Hversu oft hefur þú tekið upp drónamyndband og hugsað, vildi að ég hefði tekið þetta upp frá okkur öðru sjónarhorni. Kannski pannaður frá vinstri til hægri en vildir fara frá hægri til vinstri og þá getur ekki spila myndbandi bara aftur á bak út í að þá munu bílarnir fara aftur á bak, fólk mun labba aftur á bak, fossið mun fara aftur á bak en DJI voru að leysa þetta vandamál með DJI Avata 360. Með öllum öðrum drónum ásamt öðrum Avata drónum hefur þurft að ákveða fyrirfram hvaða skot þú ætlar að taka. Þú ákveður ég ætla að fara frá hægri til vinstri og tekur það bara á staðnum. Með Avata 360 þá getur þú náttúrulega bara tekið eina töku og síðan ertu með óendanlega mikið af möguleikum þegar kemur að eftirvinnslu út í að þú velur bara sjónarhornið eftir á. Og það er það sem er sérstakt við hann. Og þú tekur þess bara myndbandið með Avata 360, svo getur þú tekið myndbandið annarkvort inn í DJI Fly eða DJI Studio og unnið það þar. Og þú getur bara fengið eins mörg sjónarhorn þú vilt. Avata 360 tekur 8K 60 ramassekundu, en ekki með nóg með það þá getur þú fengið D-Log M líka sem að breytir leiknum út í þú getur átt við litin eftir á og þú getur valið hvort hann sé í 360 gráðu myndbandi og þá snýr myndaðan svona þannig að báðar linsur snúa upp og niður eða farið í single lens mode og nota hann eins og hefðbundið dróna. Hann er með 2 einstóma myndflugumyndavélar, ljósopið á myndavélarnum er 1,9, hann er með 13,5 stopp af birtustigi. Þegar kemur á ljósmyndu þá getur þú tekið 120 megapixla ljósmyndir í 360 gráðum. Hann er með áreiðsluvernd allan hringinn ásamt lætar hérna framan. Þú getur valið hvort þú fljúgur hann með RC2 eða RC Motion 3 og Glerarum, bæði Goggles 3 og Goggles N3 virka. En Avata 360 er með eitthvað nýtt sem heitir Spotlight Free sem virkar eins og Active Track nema hann læsir myndavélinni á bílnum eða því sem þú ætlar að trakka og svo flýgur þú bara drónunum. Þannig að þú getur flogið honum beint yfir eitthvað bíl og hann myndi fylgja honum alla leiðina. Þannig að hann myndi fylgja honum frá því að hann er fyrir bak við hann þar til hann er komið fyrir framan hann. En ekki nóg með það að þú ert að taka upp með Spotlight Free, heldur þá getur þú unnið það líka eftir á. Þannig að ef það var ekki eitthvað sem að þið líkaði við eða vilt breyta því, þá getur þú breytt sjónarhornin eftir á í DJI Studio. Hann er náttúrulega líka með hefðbundið Active Track 360, en svo er hann líka með sérstaklega hjólastillingu þar sem hann bregst hraðar við beygjum og hröðun og slíkt. Flugtíminn er alltaf 23 mínútur og þú getur hlaðið alla 3 rafhlöður samtímis á 47 mínútum. Avata 360 er ekki nema 455 grömm, þannig að hann er ekki undir 250 grömmin eins og margir myndu vonast, en hann er ekki of þungur. Það er létt að taka með sér. Hann notar O4 Plus til að senda myndband í fjarstýringar og dregur alltaf 10 km við kjör aðstæður. En svo ef við förum aðeins að því hvernig er að vinna myndefnið, það er náttúrulega eitthvað smá lærdómur, en það þurfa allir að læra hvort sem það sé venjulegt myndband eða ekki. Það þarf að læra á forriti eins og Premiere Pro eða iMovie. Þú kannt ekki á það bara leið og opnar það. En það eru stillingar hann inni sem að þú velur bara stillinguna og svo sér forriti bara það að ramma það sem að þú vilt hafa inn í skotinu. Svo getur meira þess að valið Active Track eftir á, inn í DJI Studio. Þá getur bara valið að láta hann elta eitthvað hlut í myndbandinu og þá þarf ekki pæla í neinu og hann bara gera það fyrir þig. Það er þetta forpanta Avata 360 núna á vefsíðunni okkar og hann fæst sem Avata 360 með DJI RC2 og einni rafhlöðu eða kombopakki með RC2, þá er það 3 rafhlöður, hleðslu dokka, taska og fleira eða kombopakki með Goggles N3, Glerarum og RC Motion 3 og RC2 pakkin og Goggles pakkin þeir kosta jafn mikið, þannig að þetta er valið hvort þú vilt. Hvað finnst mér Avata 360? Þetta er náttúrulega öðru sér dróni, þetta er eitthvað sem við höfum ekki séð áður. Það hafa verið einhverju auka sem þú getur sett á dróna og tekið upp 360 gráðu myndbönd með því, en það er ekki perfekt. Annars höfum við bara séð 360 gráðu myndavélar sett á dróna áður. En hérna er þetta bara pakki sem er tilbúinn beint úr búðinni og þetta verður öðruvísi, en þetta mun bjóða upp á eitthvað sem hefur ekki verið hægt áður. Þú bara tekur upp eina töku og svo velur ramman eftir á. Mér finnst það svolítið cool koncept og það mun vonandi bjóða upp eitthvað sem mun skapa meira. Ég hef náð að fljúga honum örlítið, ekki mikið, en hann er aðeins öðruvísi en hinir. Það er aðeins svona flóknara að fljúga honum við ætlar að nota eins og Spotlight Free, en það er alls ekki flókið. Þetta er bara eins og með allt annað. Þú bara verður að læra smá, tekur 10 mínútur, en eftir að þú ert búin að fljúga þá áttur á því hvað þetta er einfalt. Þannig að endilega ef þið eru spennt, hoppið inn á DJI Reykjavík, kynnið okkur drónuna aðeins meira og endilega hendið í fólkpöndunni ef þið það spennt.